Kannski það einhver sjálfselska í mér að vera veltaði fyrir mér að biðja stelpuna neðri hæðina að passa dóttur mína á meðan ég fer út og kaupi mér sígarettur. En þetta bara orðin svo mikil fíkn. Ég man þegar ég var í grunnskóla, ég fordæmdi reykingar og var alltaf að biðja pabbi að hætta. Ég hengdi upp forvarnaplakat í herbergi neðra, braut sígarettunar og hendiði mér ruslið. Já, ég var óþolandi krakki. Já, svo byrjaði ég í menntaskóla. Þá breyttist allt. Ég og vinir mínir vorum eitthvað að fikta við að drekka. Okkur fannst þið vera svo stór. Það eiginlega kjánalegt að hugsa til þess núna. Við vorum ennþá börn. Ég ætlaði alltaf að vera svo sjálfstæð, vera reyklaus alla ævi. En einhvers staðar var þessi forvitni. Fyrir eitt ballið bauð vinur minn mér sígarettur og sagði það ekki áhrif áfengisins. Forvitnin náði yfirhöndinni. Ég man ekki eftir einhverjum svakalegu mun, en hins vegar man ég eftir því að hafa séð eftir því morgunin eftir þegar ég vaknaði með versta höfuðverk sem ég hefur nokkuð tíman á ævinni fengið. Ég hélt eitthvað áfram að prófa þetta þegar ég var að djamma með vinum mínum, en lofaði sjálfri mér að verða aldrei háð þessu. Ég ætlaði sko ekki að reykja daglega. Þetta var alveg langt tímabil þar sem ég reykti aldrei án þess að vera að skemmta mér með fólki. Það fylgdi bara alltaf einhvern veginn þegar við hittumst. Það kom síðan að því einn daginn í skólanum að nokkrir kunningjar mínir buðu mér að koma út að reykja í hádegishlinu. Ég vildi ekki vera félagsskítur, auk þess sem mig langaði að vera með, og þess vegna ákvað ég að fara út. Þegar ég var farin að gera þetta nokkur sinnum var auðvelt að finna sér afsökun til að halda áfram að reykja, og það breyttist í vana. Ég var kannski ekkert mikið að hugsa út í það á þessum tímapunkti, en áður en ég vissi af var ég orðin háð þessu. Mér var sjálfa farið að langa til að skreppa út í hádegislinu og svo kom að því að ég var farin að kaupa mér einn og einn pakka.
Þótt ég hafi verið í ákveðinni afneitun. Þegar gamla vinkonum mína spurði mig hvort ég væri byrjað að reykja, sagði ég alltaf, nei, ég reyki bara á djamminu, sko. Ég áttaði mig ekki á því hvað ég væri raun háð þessu fyrir en foreldrar mínir fundu pakka í herberginu mínu. Pabbi var brjálaður út í mig og sagðist ekki vilja að ég enda eins og hann. Og ég ákvað að hætta. Það var þá sem ég fann hvað það var orðið mikið mál. Líkami minn þráði einfallega nikótínið og ég hætti að reyna. Ég var háð, þó ég vildi ekki horfast í augu við það. Í dag reyki ég pakka á dag og mér líði bara mjög illa ef ég sleppi því. Ég pirraði hvað það vondlíkt að mér og ég veit að ég væri hraustar ef ég reykti ekki. Peningarnir fjúka í burtu og í síðasta mánuð þurfti ég að biðja stelpun á neðri hæðinni að lána mér fyrir mat af því ég kláraði peningi minn til að kaupa sígarettur. Þá ég ekki einu sinni búin að nefna það hvað ég óánægð með sjálfa mig sem fyrirmynd fyrir dóttur mína og í sem stystu máli þá sé ég raun ekkert jákvætt við þetta. Jú, allt í lagi. Á góðri stegi get ég farið út með fólki að reykja, en oftast bara grátt og leiðilegt veður og ég nenni engan veginn út. Ég held að sé bara ekki þessu virði. Það erfitt að hugsa tilbaka og sjá öll þessi mistök sem ég gerði. Að reykja á djamminu leit ég upphafi svo sakleysilega út, en nú mér ljóst að þessi lífstíll að reykja á djamminu bara tálsýn. Við vitum öll að það ótrúlega ávanabindandi efni í þessu og langflestir festast í þessu. Ég hefði kannski átt að bíða inni eða staðið bara fastar á mínu. Það miklu auðveldara að lifa án sígaretna en að lifa með fíkninni. Ég vildi að ég hefði ekki látið blekkjast af því að ég gæti stjórnaði hvenær ég vildi reykja. Þetta svo einfalt. Djammreykingar eiga sér engar stoðir í raunveruleikanum.